Já, við erum velkomin hér í KTV og lokadegi Norðlenska greiðamótsins. Hér er fyrsti leikur dagsins hafinn. Afturhelding ÍR hér í kvennahotnum hjá okkur. Fyrir skemmtilega stað, ÍR var að jafna hér í 1-1. Og verður áhugavert að sjá hvernig þessi leikur spilast. Afturhelding vann í gær ungmennalið KA Þórs og sama tíma þá tapaði ÍR fyrir aðaliði KA Þórs með 10 mörkum eftir að það var mikið spenna í fyrirháleik. Staðan var 11-11 þá en KA Þór vann svo öruggan sigur 30-20. Afturhelding lenti eins og í smá vandræði með ungmennalið KA Þórs. Hann vann að lokum góðan sigur. Og Mosfeldingar leiða hér 2-1 í upphafi leiks. Fer svona tiltölulega rólega af stað þessi leikurinn. Hérna er vítakast. Vel spilað. Þetta var alltaf klálega víti. Og hún skorar af miklu öryggi, vel gert og áfram er jafnt 2-2. Karantina gerði þetta vel, nýtti vítið vel. Já, sleppum aukastið þarna. Selma Rut var við það að fá vítið en fékk ekki. En þetta er virkilega vel gert og það er halda áfram að leiðana leik Mosfeldingar. Klaufalegt missa boltaðan hér Írringar og Mosfeldingar koma hér aftur á stað í sóknina. Staðan 3-2 fyrir Afturheldingu. Fast skot, þetta er yfir markið. Þá geta Breiðastelpur aftur jafna metin. Þetta er klárt vítakast. Vel gert hjá ÍR-stelpum og Sigrún Ásgrímsdóttir sækir þetta vítakast. Gerir okkur spurning með þetta. Heimir Árnason flautaði þetta víti á og skorar það aftur. Þetta er vel gert. Hún Karantina, hún skorar núna 2 mörk af vítapunktunum. Og staðan 3-3 verður greinilega flottur leikur. Bæði lið leika í grill 6-6-deildinni. Og verður vantilega hörkubaráttu þar laust sæti í deild þeirra bestu af ári. Þetta er gott skot en ennþá betur varið. Vel gert hjá henni Oddný í markinu. Hér reynir Oddný línuna, gengur og þetta er 4. markið. Þær halda áfram að leiðina leik. Mosfeldingar. Gult spjald á loft. Þetta var vel gert hjá henni Ragnhildi á línunni.
Sigrún er ekki þessum bolta og hér kemur löngsending fram og hún er aðeins og löng og þetta gengur ekki upp. Og enn fær ÍR þá möguleika á að halda leiknum jöfnum. Komið að hratt á þetta hörkuskot og Karen Tinna með gott skot að gólfinu og hún er að jafna metrin í 4-4. Já, þetta fer nú bara vel að stað hjá okkur. Ekkert að þessu. Ekki með skot fyrir utan en þetta er framhjá. Hvað gera ÍR-stelpur þá? Þær eru... Já, þetta var klaufalegt. Hún bjóstu uppkastinu, fekk ekki og var komin inn í teg. En þetta var bara lína. Aftur slök sending fram hjá Mosvillingum og ÍR getur komist yfir í fyrsta skipti í leiknum. Og það gera þær. Vel gert og ÍR leiðir allt í einu 4-5. Jóhanna Viktorsdóttir gerir hérna fyrsta mark sitt í leiknum og ÍR er komið yfir. Svona miðað við spilamennskuna á liðinum í gær þá myndi maður svo sem ætla að ÍR ætti að taka innan leik en það er svona erfitt að átta svoleiðis fyrirfram en hér stelaði boltanum. Allt galopið hér. Nei, hún næri ekki að grípa boltan hérna hún Petra og afturleikin slappir skrekkin. Geta þær jafna með hérna ný. Fyrir smá vandræðum þarna en leysir þetta. Og klipping hérna og ef hún hefði náð þessu bolta þá var horni galopið. En þeim tókst að brjóta hérna. Fyrst afsökunar á, ég er í smá vandræðum með nöfnin á afturlendingastelpunum. Það eru með allt önnur númer en í gær. Hér kemur flott skot og þessi steinleikur 5-5 og við höldum áfram í jöfnuleik. Vel gert þarna, gott línuspil og ÍR heldur áfram að leiða núna. Og virkilega góð feinta hérna á móti og afturlending fær vítakast. Spilum hvort að þeim takist að nýta þetta. Afturlendingastelpur. Nei, því miður stöngin út á þessu sinni. Sjá þá kannski fyrsta skipti í þessum leik. Munin á liðinu vera meira en eitt mark. Gott klipping og gott skot fyrir utan og þessi steinleikur 5-7. ÍR
svolítið að ná taki á þessum leik, finnst manni. Það eru að spila þetta þokkalega vel. Þetta er flott fletta en skotið er framhjá. Opnuði hornið bara býsna vel þarna. En skotið ekki á ramman. Og IR getur komast í 3 marka for skotið hér. Hildur með skot. Brotið á henni, braukastið. Reyna að finna línuna, gengur ekki og flottu karakter hérna. Stila boltanum. Koma hérna hratt á þetta. Opnar hornið. Stoppuðu aðeins leikinn. Smávægileg meðsli hérna. Kemur hér út af og inn kemur Sara Kristjánsdóttir í liði IR. Klukkan gekk aðeins hjá mér hérna, en látum lögum það núna eftir smá stund. En já, þetta hefur verið skemmtilegur dagur hérna á norðlenska greiðamótinu. Það er nægur handbolti í dag. Þetta er vel varið hjá henni Oddný. Nei, fyrir ekki, það er hún hérna Helena í markinu. Hvað gera það hér? Flott finta og hún er rifið niður. Þetta flott vörn. Já, hann er Margréti hérna. Var við það að sleppa í gegn. Selma. En flott vörn. Síðstundu. Opna hornið, þetta er þröngt. En hún klárar þetta virkilega vel. Minka munin í 1 mark. Ég er stefnir að koma hratt á þetta. Þessi smá njaski hérna. Hún þetta sé ekki alvarlegt. Fyrir hálfleikur rétt rúmlega hálfnaður. Staðan 6-7. Þetta fer ágætlega stað hérna hjá okkur. Og mér svona finnst svona IR-ingarnir vera svona aðeins betur spilandi og fá hérna vítakast. Há rétt. Atli Ragnarsson dómari gætt lítið annað en dæmt vítakast hérna. Þá kemur hún Eva Dís í markið. Karentína skorar. Kemur IR aftur 2 mörkum yfir. 6-8. Já, eins og ég segi, svolítið álag á afturöldingarliðinu. Spiluðu síðasta leikinn í gær. Það er unnu 25-22 sigur á ungmennalið KA Þórs. Og leika hér fyrsta leikinn í dag. Mótinu eiga svo einnig leik í hádeginu
klukkan 12:00. Nei, 12:30 fyrir ekki. Það er að mæta K.A. Þór. K.A. Þór búið að vinna bæði IR og ungmennalið K.A. Þórs í mótinu til þessa. Getur því tryggt sér sigur á mótinu með gegn Aftureldingu, en þetta er vel gert. Það er halda sér áfram inn í þessu leik. Sleppa þarna úr Mosfellsbænum. 6-7-8 fyrir ekki. Þetta er klaufalegt. Vantar að taka frá baráttunum að ná boltanum og IR heldur boltanum. Ástrós ekki alveg sátt þarna, varði gott skot en liðsfélagið náði ekki boltanum. Flott vörn þarna. Dummarinn gerði árás en var stöðuð á endanum. Aukakastið dæmt. Reyna að opna hotn gengur ekki og Afturelding á þennan bolta. Fínt spil. Hún er eiginlega komin í gegn þarna en áframhaldi boltinn. Skotur utan og þetta er vel gert. Jætta mittin í 8-8 og Afturelding sem er að stela boltanum tilbaka. Hraðalöp. Þetta hlýtur að vera mark. Nei. Hún lokaði markinu þarna vel. Og staðan enn jöfn, 8-8. Afturelding var í góðu tækifæri þarna á að komast yfir. Ég er ekki búið að skora núna í rúmar 3 mínútur. Fyrir vikið er Afturelding búið að jafna þetta. Skot í hávörðina en Hákon Garðarsson átni í staðinn og en þá flott markvarsla í markinu. Gult spjald á loft. En vel gert. Já, Ástrós í markinu varði þarna vel og Afturelding á því möguleika á að komast yfir. Það leiddu leikir hann í upphafi en undan það mínútur hafa IR-ingar leitt þetta. Það verið alltaf bara 1 eða 2 mörk á milli liðanna. Já, þetta ætlar að verða flottur leikur. Reyna að stela boltanum, hljótar að finna optun í staðinn. Reyndu opna línuna, gekk ekki. En í þetta sinn þá gengur þetta og þetta er vítakast. Ekki nokkur spurning. Og eru Mosfellingar að skora 3. markið í röð og snúa þessum leik. Já. Það eru komna 9-8 yfir. Og eru bara að spila þetta virkilega skynsamlega og vel. Þessi bolti endar út af og Afturelding á þennan bolta. Já, IR liðið búið að missa taktinn svolítið og sama tíma þá er liðið Aftureldingar að ganga lagið. Haraldur Þorvarðarsson að gera eitthvað rétt greinilega.
Kemur eftir skref, hárrétt. Það kom að hratt á þetta. Það geti ekki rétt stað. Það þarf því að taka aukastið aftur. Missa því af hraðalaupinu. Sjö og hálf mínúta eftir þessum fyrri hálfleik. Hér kemur skottið og þessi steinleikur heggur hérna á hnútinn sem var kominn. 9-9 er staðan. Áfram með þetta stál í stál. Ég segi þessi tvö leika í grill 66-deildinni. Það verður ekki bara bæði í baráttunni. Ég held að það verði mjög jöfn og spennandi deild. Þetta er flott skot fyrir utan en vel varið á Notni. Og stila hérna boltanum. Taka það er leikhlé úr Mosfellsbænum. Haraldur Þorvarðarson vill eitthvað ræða við sína stelpur. Við sem búin að vera að spila mjög vel að undanvörnar og náðu að taka fórustuna þarna eftir að vera 2 mörkum undir í stöðunni 8-6, komast þær í 9-8 yfir. En já, eins og segi þetta mót okkar heldur áfram. Kjölfarið þessum leik, það kemur kallaleikur leik 5. sætið á mótinu. Þar leika HK og IR. IR tapaði hérna gegn KA í gær 28-24 og þar á undan var hann eiginlega ungmennalið IR sem að tapaði fyrir Gróttu. HK hins vegar endaði í 3. sæti í sínu riðli eftir að hafa gert jafntefli við Akureyri handboltafélag. En því miður fyrir þá töpuðu stærra fyrir Stjörnunni heldur en Akureyri og enduðu því á markatölu í næsta sæti. En á eftir leiknum 5. sæti þá kemur leikur KA Þórs og Aftureldingar sem að KA Þór þarf alveg örugglega að vinna til þess að tryggja sér sigur á mótinu. Þá beint þar á eftir kl. 2 þá kemur svakalegur Akureyrar slagur þegar KA og Akureyri leikum 3. sæti á köllunum. Og svo eftir því kemur úrslitaleikur á köllunum sem mætast Stjarnan og Grótta. Og þetta er vel gert. Selma Rödd skora þarna. Og þetta er vítakast, kórrétt. Þetta er gult spjald, ekki meira. Hvað gerir Karen Tinna á línunni? Hún setur henni í stöngina út. Nei, fyrir þetta var tveikjandi brottvísun. Sýndist Heimi var að gefa gult spjald en mista þessu. Þannig að brottvísun tíminn á okkur er ekki alveg réttur en látum þetta sleppa. Sendingin yfir. Jæja. Þurfa að fá aðeins meira tempó í þetta til að finna opnuna. Hér er höndin komin upp.
Smá vandræðamann vann færri. Þessi bolti, wow, hún nær að verja þetta á endanum. Heldur þessi bolta úti. Jæja, IR manni fleiri. Nýta þessi það, opna hornið og þetta er þessi slána út. Gerðu vel í að finna opnunina en skotið slána og út. Svekkjandi. En áfram en þessi leikur í járnum. Já, ekkert á þetta. Áfram með smjörið. Og hérna finnar línuna. IR-stelpur. Það voru átnáði jafn margar. Sýnst vanta mark hjá okkur hérna í KTV, já. Og það komið. Ég er komið yfir. Opna hotnið en verun í markinu. Hér kemur sendingi fram og þá svarar hún bara í markinu á móti hún Ástrós. Þrjár mínútur til hálfleiks. Þetta er búinn að vera jafn og flottur leikur. Ég kann ekki mista einu marki, það er 10-10. Þetta er vel varið. Kemur með sendinguna fram. Brotið henni en þeir ná boltanum og þetta er vel klárað. Núna er staðan 11-10. Já, flott árás og þetta er aukast, ekki okkur spurning. Kemur uppstökið ágætið skot en Oddný vel á verði í markinu og ver þetta skot. Kemur ekkert út af þetta, áfram með smjörið. Afturlíkin kemur hérna, hratt á þetta. Hæja svo á. Jú, það er áfæri undir hóttinu og vel klárað. Gerði þarna vel úr litlu. Sittur hann undir Oddný í markinu. Þetta er aukast, ekki nokkuð spurning. Réttur og mínúta eftir. Við erum í nýfjöfnileik 11-11. Vel varið í vörninni en IR heldur þessum bolta. Þessi bolti bara slagur fram. Já. Stoppar Heimir leikinn. Fá aukastið. Skrítið að Heimir skulle dæma það aukast en réttur dómur. Brotið þarna í hraðlaupinu.
Skotur utan, það er varið. Hotni heldur áfram að verja. Reyna að finna hotni, gengur ekki og tíminn er búinn. 11 hér í hálfleik. Við tökum okkur smá pásu eins og leikmennirnir. Sjáumst þarna fersk í síðari hálfleik.
Jæja, þá síðari hálfleikur að bresta á hérna hjá okkur. Og IR hefur hann hér. 11-11 í þessu. Voru svona smá sveiflur í fyrri hálfleik. Afturhalding hóf leikinn betur. Þá komst IR svo yfir í kjölfarið. En Afturhalding svaraði fyrir sig. En staðan jöfn svo að hálfleiknum loknum. En hérna allt orðið klárt aftur. Og þetta gott skot. Og IR fyrst á blað hér í síðari hálfleik. Það sjálfsög kast. Ekki nokkur spurning með það. Hér kemur skot til gólfinu, það varið. Opnar hornið og þetta vel klárað. Og IR að byrja þennan síðari hálfleik af krafti. Kona með 2 fyrstu mörkin og leiða hérna 11-13. Klippingin að gera þær. Við setna aðná ekki bríða boltan en áfram með þetta. Höndin hlýtur að fara að koma upp. Þá finna þeir línuna en þetta geggjuð markvarsla. Tinna í markinu. Verður þetta vel. Og IR stelpur byrja þetta miklum krafti. Hvort sem það í vörn eða sókn. Finna hérna línuna og þetta bara vel varið. Evadís í markinu varði hérna. Þessi línusending gengur ekki upp. Og IR stelpur komum með sendinga fram, vel spilað og þetta vel klárað líka. Þær komnar í 11-14. Byrjast að stinga svolítið af hérna. Voru svona búin að ógna þessi fyrri hálfleik að þær gætu stungið svolítið af hérna Breiðholtsstelpur. Það var hérna slæmur kafli sem Afturhalding skoraði 3 mörk í röð í fyrri hálfleik. Svo breytti svolítið stöðinni en þetta var góð finta og það halda sig áfram inn í þessu. Við erum með tilfinninguna að IR-liðið sé sterkara en hefur gengið brösulega að slíta sig frá Afturhaldingarliðinu sem að ágætlega spilandi. Þetta náður boltanum. Og gera hvað, kemur sér gegn en þetta varið. Sendingin fram, hún aðeins og löng og aftur koma mótsendingar í sókn. Tinna var þarna vel í markinu en aðeins og bráði að
Kom boltanum fram. Sendingin gekk ekki upp. Þetta aukakast að sjálfsögðu. Já, þetta ætlar bara að verða hörkuleikur gegn og þessi í netinu. Þóra skorar hérna gott mark. Minnka munin í 1 mark. Og nú þarf liðið að gefa aftur í. Það byrjuði það mjög vel. Skora fyrstu 3 mörkin í síðari hálfleik en nú er komið 2 í röð en það er góð finta en geggjuð markvarsla hjá Evidís. Dauða færi sem hann búið að koma sér í en Evidís lokaði rammanum og enn halda áfram að vera sveiflur í þessum leik. Afturleikin getur núna jafna með tinn strax aftur eftir að lenda þessum 3 mörkum undir. Opna hornið vel gert og þetta skot er ekki nægilega gott samt. Fer yfir. Það koma hérna. Rætt á þetta. Opna hornið, þetta er þröngt og fer framhjá. Erfitt færi. En svo sem skýr hann alveg að fara hann inn. Og enn fáar möguleika á jafnamettin. Ungatis sendi ekki hornið, en hún fer ekki inn úr þessu. Þetta er vítakast, nei, hún skora bara sjálf. Og þetta er þá 2 mínútna brottvísun, hárréttur dómur. Liðið ekki búið að skora núna svolítinn tíma. Klukkan aðeins svo lengi í gang hjá okkur. Þetta er allt komið í gang á ný núna. Ég er ekki búið að skora núna í 4 mínútur. Manni færri. Og afturlið búið jafna metin. Þetta verður áfram spennandi. Gætis hreyfing hérna og þetta er aukast. Hvað að gera það er hérna, manni færi, lítil ógnun hérna en gott skot, en ennþá betur varið hjá Evidís, bolti kemur hérna fram. Nýta þessi liðsmunnin, afturheldingastelpurnar, koma hérna hrætt á þetta og gott skotfæri á þessi steinleikur 15-14 fyrir afturheldingu, 4 marka sveifla. Þetta heldur áfram að vera sveiflukennt en skemmtilegt. Koma hérna, við geta vel, opna vörnina manni færri og jöfnmarkið kemur hér. Höggva hérna á markaþurðar hnútinn. En þetta er líka vel gert hjá Mósveldingum.
Það nýtti sér það að vera manni fleiri sem síðan segðunar finna opnununa og skora þetta gott mark. Leiða 16-15. Þó að markið vísu vanti upp á töfluna. Hérna jafnaði metin í 16-16. Já, 20 mínútur eftir þessu leik. Þetta ennþá hnífjafnt. Hér fá þær boltan Írsleppur. Þetta virkilega góð finta en ennþá betri markvarsla. Hún búin að vera flott í síðari hálfleik. Og Eva Dís. Hvað gera þær hér? Þetta virkilega gott mark, fekk gott pús en hélt áfram og klárar þetta. Kemur afturhaldingu áfram í forystunni. Sautján 16 stann í þessu leik. Höldum áfram hérna. Hildumarinn í gegn, gera þetta krafti. Jafnar í 17-17. Og þetta, já, eins og ég er búinn að segja, setnir í hörkuleik frá uppá til enda. Finna línuna vel hérna og þetta verið klára. Það halda áfram að leiða núna. En þetta líka vel gert. Ekki lengi að svara fyrir markið. Jafni 18-18. Þetta ætlar áfram vera spennandi. Ég segi bæði lið eiga svo eftir leik síðar í dag. Afturhaldingu leik núna klukkan 12:30 aftur gegn KA Þór. ÍR á svo leik klukkan 5. Það að mæta ungmennaliði KA Þórs. Þetta geggjað mark. Það verða einfaldlega að mæta út í svona skyttu. Það bara þannig 19-18 fyrir afturhaldingu. Þetta lína. Sigrún gerði vel í að koma sér í færi á línunni en steig svo á línuna. Og afturhalding kemur hér í sóknina. Búið að vera jafnt á síðustu tölum. Spurning hvort að það nái 2 marka forskoti. En flott vörn hérna. Nær úr hraðhlaupinu. Nei. Brotið á henni. Jóhanna gerði mjög vel en vantaði aðeins meiri hraða í að ná að stinga af og skora hérna úr hraðhlaupinu. En aukastið hennar. Og ég komin á þetta. Karantína færðin aukast. Var svona við það að koma sér í gegn en það var flott vörn.
Þetta vel varið. Eva Dís heldur áfram að verja. Gerir þetta vel. Þá fáður aftur möguleika á að auka muninu 2 mörk. Síðari hálfleikur að verða hálfnaður. Opna hotning, vel spilað og þetta enda betur varið. Tinna í markinu. Gerir þetta vel. Þá komur á yfirtölu en geggjum markvasta hinum við líka. Eva Dís ver hérna virkilega vel. Smá markmanna sýning núna. Báðan liðum. Vel spilað. Áhugað skot og þessi endar í netinu. Tuttugu 18. Þær eru ná þetta mjög góðum kafla. Stelpunar úr Mosfellsbænum. Írlið ekki búið að skora núna í 3,5 mínútu. Það eru þessi kaflar sem að kosta það svolítið bæði fyrir hálfleik og seinni hálfleik. Og hann hann að verja í markinu. Flott línusending og skoti í gólfið og slána og þessi fer ekki í markið og IR kemur hérna á þetta. Þetta eru klár skref, klaufalegt. Já, það er svona meiri stöðuleiki í afturhaldingarliðinu. Greinilegt að uppbyggingin sem á sér stað þarna Mosfellsbær að skila sér. Þær eru að spila bara flottan handbolta og eru komnar 3 mörkum yfir skyndilega. Lendu 14-11 undir en eru nú allt í einu komnar 21-18 yfir og hafa skorað nokkuð mörk hérna, 3 í röð. Smá veisið með töflunni á okkur en það er komið í lag. Þetta er vel spilað og það er minnka munin í 21-19. Ná loksins marki og munurinn 2 mörk. Finna línuna enn og aftur. Geggja línuspil hjá afturhaldingu og þær leiða 22-19. Þetta er góð færsla á móti og þær halda þessi 2 marka leik. 22-20. Skot sem er varið. Sendingin fram. Dauðafæri og þessir í netinu. Þetta er fljótt að gerast. Hárrétt hjá Haraldi þjálfara afturhaldingar. Það er verið að snegga tilbaka stefnurnar. Það var góður tími sem að Írliði fékk til þess að koma boltanum fram. Og þetta var dauða færi í hraðhlaupinu. En þvílíkt svar hins vegar. Fær þarna skotfæri fyrir utan, smýr sér upp í skeytin.
23-21. Hér kemur gott skot, Hildumarinn svarar. 23-22, þetta er koma aftur svolítið spenna í þetta, eftir að Afturelding virtist vera að slíta sig frá þeim. Flott hreyfing hérna, kemur sér í gegn, er búið að flauta. Já. Heimir sýndi sér nú bara viðurkenni smá mistök hérna, hann er fljótur að flauta. Allt í lagi með það, fínt að hann viðurkenni það bara. Opnaði hornið en vel varið. Tinna í markinu, er að verja hérna. Sem að ÍR þar verður alltaf jafnunda. Finna það línuna og þessi hendar í netinu eftir að vera klára. Nú er klálega örugg með vítið þarna en ákvað bara að skora sjálf. Hér er nú Stefania. Þetta er úrvalsfærið þarna en hún heldur áfram að verja án Tinna. En Afturelding heldur boltanum. Einhver smá mótmæli hjá ÍR-liðinu. En það er ekki til neins. Dómararnir stjórna þessu að sjálfsögðu. 23-23. 2 mörk í röð hjá ÍR og jafn leikur. Þá taka Mósveldingar leikhlé. Haraldur Þorvarðarsson gerir það. Rúmar 8 mínútur eftir að þessu og við erum komin aftur með jafnan leik. Þetta bara, já, fínn og skemmtilegur fyrsti leikur hér í dag á norðlenska greiðamótinu. Afturelding, ef það er sigra þennan leik þá er að jafnaðir KA Þór á toppnum í þessu móti og þá er það bara hreinn úrslita leikur á eftir klukkan 12:30. Sigur í kvennamegin. Þannig að það er mikið undir hjá stelpurum og Mosfellsbænum. Ég er hins vegar í erfiðri stöðu upp á að vinna mótið eftir að hafa tapað þarna 30-20 gegn KA Þór í gær. Sýndu þó lengi vel virkilega góð frammistöðu. Sem að staðan var 11-11 í hálfleik en lentu svolítið í erfiðleikum í síðari sem að KA Þór sýndi svolítið mátt sinn og vann á lokum 10 marka sigur. Afturelding eins og segi þurfa sigra að halda til þess að tryggja sér úrslitaleik. En það verður greinlega hægara satt en gert því að ÍR-liðið gefur ekkert eftir. Þessi línu gengur ekki upp, ekkert dæmt, áfram með þetta. Hvað gera þær hér? Boltinn gengur yfir, þessi línu sendingin í hornið, gengur ekki. Og hann mæta hér aftur í sóttina. Afturöldingarstefnirnar
23-23. Kemur skotur utan Tinna Ver og fá horna uppkastið. Stelpur. Þá getur þær allt komist yfir. Afturhalding góðri stöðu hér fyrir skömmu. En liðið að snúa þessu og geta komist yfir. Finna línuna og þetta ekki neitt. Vel varið hjá henni Evu. Heldur afturhaldingu inn í þessu. Gott markið búið að flauta. Það sé svo sem ábúinlega rétt og það var búið með skriðin hana. Ja, þetta var skref, klaufalegt, gæti orðið dýrt. Það fara að sittast í lokinu á þessum leik og nú fer hver sókn að telja. Opna hana, en fá aukakastið. Vel varið hjá Evu Dís, hún búin að vera að standa fyrir sínu í síðari hálfleik. Hvað gerir liðið hér? Guðbjörns árás en enda betri vörn. 5,5 eftir. Jafn leikur. Opna hornið og fyrir þess ekki inn. Lítur á hendi komin upp og þetta skotið framhjá. Það hefur kannski ekki haft aðeins meiri tíma í fyrir betra færi. Hendin ný komin upp. Hreyfing hérna. Þessi yfir. Það sjálfsögðu búið að dæma aukakast. 23 áfram. Ekki búið að koma mark núna í töluverðan tíma. Markaþvör hjá Aftureldingu í 6,5. 4:45 hjá IR. Hérna kemur mikilvægt mark. Svo har IR strax. Það þurfti greinilega bara að höggva hnútinn. Skora bæði lið strax í kjölfarið. 24. 4 mínútur eftir. Afturelding svo sem getur þolið sætt sig við jafnteflið, þá þurfa það bara sigur gegn KA Þór í lokaleiknum til þess að vinna mótið. Sem að KA Þór er nú með betri markatölu, þá þurfa alltaf að vinna þann leik, þannig að það þurfa allavega stig úr þessum leik. Það gera þær ekki svona. Það koma Breiðholtsstelpur, finna hornið, góð vörn þarna. Lúkarus á síðustu stundu. Hildur Marín og þetta er góð stimplun og það er komin yfir. 24-25, 3 mínútur eftir og IR er skyndilega komið með forystuna. Ef þetta fer svona, þá er KA Þór í rauninni búin að vinna mótið. Þurfti allavega svakalega slys í lokaleiknum.
til þess að vinna þetta ekki og þetta skotið framhjá. ÍR getur farið langliðana með þetta með marki núna. Það missaði boltan og aukastæð. Tvígrip að mér sýndist. Og ÍR sleppu með skrekkin. Það fá aftur möguleika á að ná 2 marka forskoti og koma sér í lykilstöðu. Bá að klára hennar leik. Rétt rúmar 2 mínútur eftir. Afturhalding verður að standa þessa vörn. Þetta er skref, hárrétt. Og Mosfellingar geta jafnað metin. Með hraðan í leiknum þá myndi ég ætla þess að Afturhalding fái max eina svona viðbútt. Það þurfa að skora hér ef það vilja vinna þennan leik. Það gera þær. Flott finta og þær að jafna metin í 25-25. Rétt rúmlega mínúta eftir. ÍR í sókn. Já, kviknar fín stemning í húsinu. Það er gaman að þessu. Írlið kemur sér í gegn og þetta er ekki neitt en ná frákastinu og skora. Þetta mark einstaklega mikilvægt. Ég hefði svo sem haldið þetta að fá vítið þarna en áfram héldu þær, náðu frákastinu og skoruðu. 25-26. Afturhalding þarf allavega stig úr þessu leik til þess að eiga enda möguleika á sigri í mótinu. Hvað gera þær hér í lokashotninni? Skotur utan, þetta er framhjá. Og verður að taka maður á mann. Það er verið að taka maður á mann. Og taka ÍR leikhlé. Það eru 7 sekúndur eftir þessu. 25-26 fyrir ÍR og ÍR með boltan. Það getur vart að klikka. Haraldur skammar sína steppu svolítið fyrir að hafa ekki farið strax í maður á mannvörn. Bakka þarna, þetta var hálfgerð klaufalegt. Nú verðum við bara að taka sénsa. Það er bara þannig. Jæja, það er sleppa hérna í gegn og þetta er búið. 25-26 sigur ÍR. Sveiflukendur leikur, vægast sagt þessi leikur og ÍR fagnar góðu sigri. Hansi flottu leikur rauninni bara. Hart barist og ÍR vinnur á endanum 25-26. Ég hef ekki talið síðasta markið, það var búið að flauta. Og K.A. Þór er því í rauninni búið að vinna mótið. Það er unnu ÍR með 10 marka mun. En þetta kemur allir ljós og eftir. Við þökkum fyrir okkur í bili og minnum á að leikur ÍR og HK 5. sæti á köttunum er næstu dagskrá og hefst núna eftir skamma stund.